skulum sjá hvað Linda Vilhjálmsdóttir hefur að segja nýja ljóðabók eftir sig sem heitir Frelsi. Linda, þú kallar bókina þína Frelsi. Hvers vegna? Þetta nafn hefur fylgt þessari hugmynd alveg frá upphafi og í rauninni var það þemað. Þannig að þú veist, ég var að hugsa bara þegar ég byrjaði 2008, þá orti ég innganginn og las hann upp hjá Nýhil á ljóðahátíð og þá sem sagt byrjaði ég að yrkja út frá hugmyndinu afbökun hugtaksins frelsi í góðærinu og uppganginum sem hafi verið og einhvern veginn hvað það hafi fengið á sig svona búðarblæ einhvern, eins og maður getur bara að fara út í búð og út í Bónus og keypt sér frelsi. En þetta er mjög pólitísk bók hjá þér. Hún er feminísk, hún er sósíalrealísk og hún er kannski, þetta er sósíalrealískur, feminískur skaldskapur með trúarlegu ívafi. Er þetta ekki smart? En er ykkur reiði þarna líka? Nei, það er ekki reiði. Ég er búin að vera það lengi með hana. Það hefur kannski blundað ykkur reiði í mér einhvers staðar á leiðinni en ég held ég hafi pússað hana alla burt. En þetta er fyrsta bókin, ljóðabókin frá 2006. Já. Þetta er alveg löng fæðing. Ansi löng. Ég var mjög þreytt á þessu. Mér langaði oft þess að henda þessu á handriti en það var svo mikið í því að ég tímdi því aldrei. En þú varst að vinna á einhverju þunglindi? Já, ég var í þunglindi. Ég var í miklu þunglindi og til dæmis fyrsti kaflinn að 2008 rann þetta upp á mér og svo vann ég mig aðeins inn í fyrsta kaflann og þá datt ég niður smá saman í þunglindi að hætta að reykja og svona seig hægt og bítandi niður, mjög markvisst. Og ég var að reyna að skrifa allan tíman og þá svolítið þegar ég fór að lesa ljóðin eftir á það var mjög skrítið því að það var allt í þeim en þau voru öll bara einhvern veginn vitlaust samansett. Þannig að ég þurfti að taka þau öll upp og skrifa þau aftur og það var erfiðasta vinnan í rauninni í þessu handriti því að það hefur verið miklu betra að henda þessum kafla bara og byrja upp á nýtt. En það var allt annað sem ég ætlaði að nota, sem ég vildi segja. En maður finnur það svona eins og í fyrri bókunum hjá þér að það er allt mjög nákvæmt og á sínum stað. Já, það er næstu óþolandi og það getur, þetta þarf að vera svo symmetrist á blaðinu að ég get alveg orðið brjáluð, Ég get verið að raða línum endalaust. En þetta hefur alltaf verið svona hjá þér? Já, þetta hefur alltaf verið svona hjá mér og kannski er ég bara komin á það að sætta mig við það og bara sætta mig við að svona sé þetta því að þá þarf ég ekki að berjast á móti að minnsta kosti. Það fer svolítið mikið orka í það. Láta að fara í taugarnar á mér og berjast á móti. En þú ert orðið sem sagt frjáls af þessu núna? Nú er ég frjáls. Eins og pólitíkusinn að segja að þau er losn út á þingi. Enn sem fyrr er gefið í skyn að okkur sé hollast að meðtaka fagnaðar erindið mögluna laust og helst að lofsyngja frelsið þar sem við krjúpum við gráturnar á 4 ára fresti, óbundin og megum veljum að bryðja sólarsellur eða álþinnur næsta góðaristímabil og skóla þeim niður með olíubrák úr ófundnum lindum eða hlandvolgum heimskautasjó.